Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 11. september 2024 klukkan 16:38. Þetta 857. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Í dag sitja fundinn 4 varabæjarfulltrúar, það Erla Edvardsdóttir í forföllum Aldísar Stefánsdóttur bæjarfulltrúa Framsóknar, Valdimar Birgisson í forföllum Lovísu Jónsdóttur bæjarfulltrúa Viðreisnar og Hjörtur Örn Arnarsson og Brynja Hlíf Hjaltadóttir í forföllum Rúnars Braga Guðlaugssonar og Helgu Jóhannesdóttur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Fyrir fundinum í dag liggja alls 10 mál, þar af eru 5 fundargerðir til afgreiðslu og 5 fundargerðir til kynningar og í upphafi þá leggur forseti til að fyrsta mál mál 1.1 og 2.1 það mál sem að bæði það sama málið uppfærsla á samgöngusáttmálanum. Í fyrri fundargerð bæjarráðs var uppfærslan lögð til kynningar og í síðari fundargerðinni vísaði bæjarráð tillögunni til fyrri umræðu í bæjarstjórn og vill forseti leggja til að við tökum umræðuna með þeim hætti að umræðan fari öll fram undir síðari fundargerðinni, það mál 2.1 og þá málfrelsið 4 skipti undir þeim lið í stað 2 skipta undir hvorri fundargerð fyrir sig. Og ef engar athugasemdir eru við þetta fyrirkomulag þá lítur forseti svo á að það sé samþykkt og svo þegar kemur að afgreiðslu málsins þá mun undir máli 2.1 þá mun það vera afgreitt sérstaklega og svo bæjarráðsfundargerðin að öðru leyti. Það þá allt skýrt? Og þá komið að fyrsta máli á dagskrá, það fundargerð 637. fundar bæjarráðs frá 29. ágúst síðastliðnum og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin þá opin fyrir umræðu að undanskildum fyrsta dagskrárlið. Einhver sem óskar eftir að taka til máls þessa fundargerð? Svo virðist ekki vera og tökum við þá fundargerðina til afgreiðslu. Ég vil bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 637. fundar bæjarráðs að gefa merki og það samþykkt með öllum 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Og þá það annað mál á dagskrá, það fundur 637. fundar bæjarráðs frá 5. september síðastliðnum. Og þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu og bæjarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 1637 sem fundargerð bæjarráðs, mál 2.1, samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins. Við höfum fjallað tvisvar sinnum samgöngusáttmálann í bæjarráði og á annan fundinn fengum við góða gesti sem voru Páll Björgvin Guðmundsson sem framkvæmdastjóri stjórnarsamtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Þorsteinn Hermannsson og Þröstur Guðmundsson hjá Betri samgöngum, Jóhannes Rúnarsson hjá Strætó BS og Birgir Björn Sigurjónsson ráðgjafi, en þeir fóru mjög ítarlega yfir helstu efnisatriði samgöngusáttmálans. Það gert ráð fyrir 2 umræðum samgöngusáttmálann hér í bæjarstjórninni og þá afgreiðslu á næsta fundi bæjarstjórnar sem verður haldinn 25. september. Þá verður málið sett inn sem sér dagskrárliður. Þannig að í dag kemur það inn undir fundargerðin en verður sér dagskrárliður á þeim fundi þar sem stefnt að taka málið til afgreiðslu. Ég ætla að fara aðeins yfir helstu efnisatriði sáttmálans, fjalla líka það hvaða breytingar hafa átt sér stað og síðan, síðast en ekki síst, hvaða þýðingar hefur þessi sáttmáli fyrir Mosfellsbæ og Mosfellinga.
Nú ef við förum aðeins inn í kjarnan í þessum sáttmála þá það stórbættar almenningssamgöngur, það fjölgun hjóla og göngustíga og það uppbygging stofnvega sem eru svona kjarninn í uppfærðum samgöngusáttmálan. Hann felur í sér sameiginlega sýn fyrir allt höfuðborgarsvæðið og svona í mínum huga þetta stefnuplagg, þetta framtíðar fyrir uppbyggingu samgönguinnviða sem ríkið og 6 sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, Garðabær, Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosfellsbær, Reykjavík og Seltjarnarnes hafa sett sér til ársins 2040. Nú með stefnunni fylgir síðan aðgerðaráætlun og fjárhagsáætlun, en þegar við erum að gera áætlun til svona langs tíma, 16 ár fram í tíman, 16-17 ár fram í tíman, það munu auðvitað á þessu ferðalagi þangað til koma inn einhverja breytingar sem að hafa einhverja samfélagsbreytingar sem við vitum ekki alveg í dag sem munu auðvitað hafa áhrif á aðgerðirnar alveg eins og það hafa orðið samfélagsbreytingar frá árinu 2019 bara þegar við horfum á íbúafjölgunina sem meiri heldur en hafi gerst þarna árinu undan. Við erum að tala íbúafjölgun upp á 21.000 manns á þessum tíma, þessum 5 árum og við erum að tala að bílaflotinn á götunum jókst 16.000. Nú, ég verð að taka ofan fyrir þeim sem að náðu þessu samkomulagi 2019, þeim sem að stóðu hér í þessum, eða sátu hér í þessum sal og stóðu í þessum stól árið 2019 og í hinum bæjarfélögunum líka, að hafa náðu þessu samkomulagi vegna þess að þetta ekkert einfalt verk, það hver með sína hagsmuni og hver með sitt bakland og það einhvern veginn að ná að horfa á þetta allt í einni heild og einu flæði sem að umferðarmál inn á sama svæði eru óneitanlega, það stórmerkilegt. Nú, við réðumst í uppfærslu sáttmálans á síðasta ári, bæði vegna almennra kostnaðarhækkana og aukins umfangs og síðan því ekkert að neita að það komu nýjir aðilar að borðinu í mörgum sveitarstjórnum og bæjarstjórnum og líka í stjórn SSH að þau okkar sem voru ekki 2019, við vorum eðlilega með alls konar spurningar og þannig að það var mjög mikilvægt að fara í þessa endurskoðun og líka út af, og þá ekki síst líka út af þessum kostnaðaráætlunum. Nú, sáttmálinn hefur sem sagt verið endurskoðaður og mörg verkefnin eru komin miklu nær framkvæmda tíma heldur en sem sagt var. Og gildistími sáttmálans hefur verið lengdur, það var auðvitað að kröfu ríkisins, það ekkert launungamál og til 2040 til að dreifa kostnað á lengri tíma og tryggja raunaðan tímaramma fyrir undirbúning og fjármögnun. Af því það alltaf í svona stórum verkefnum, það sem kannski mesta áhyggjuefni og það alveg áhyggjuefni fyrir þennan sáttmála líka, bara hvað eigum við mikið af fólki og fyrirtækjum sem geta unnið í öllum þessum framkvæmdum sem þarf að framkvæma í tengslum við sáttmálann og við höfum séð það í gegnum uppbygginguna á Landspítalanum að það nánast allur verkfræðimarkaðurinn bara uppseldur í þessu eina stóra verkefni. Nú, það sem að við erum kannski hvað stoltust af að sveitarfélögin, að það að hafa náð svona sameiginlegri sýn og var mikið baráttumál á rekstur og stjórnskipulag almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Og það auðvitað markmið að efla þær og við fengum það í gegn að ríkið að koma inn með þriðjung kostnaðar og mun líka taka þátt í sameiginlegu félagi sem á að stofna reksturinn. Nú, allar lykilframkvæmdir þær sömu og í samgöngusáttmálanum sem var skrifað undir 2019, en það eru breytingar á einstaka verkefni innan hans. Svona ramminn svo sami, þetta sömu brýnu verkefnin, en það eru ákveðnar breytingar. Við kem aðeins inn á það á eftir. Nú, heildarfjárfestingin á fyrsta tímabili uppfærðum samgöngusáttmála til ársins 2029 að jafnaði rúmlega 14 milljarðar á ári. Það samsvarar þriðjungi af árlegum samgöngufjárfestingum á fjárlögum. Þannig að þetta stóra svæði, fjölmenna íbúðasvæði, að fá þá þriðjung af útgjöldum til samgöngumála á Íslandi.
og það ekki annað hægt en að segja að það sé sanngjarnt. Þannig að öll umræðan þetta þennan dýra sáttmála, hún stundum svolítið sérkennileg. Nú, á tímabilinu 2030 til 2040 þá heildarfjárfestingin að jafnaði 19 milljarðar á ári og heildarfjárfestingin til ársins 2040 þá áætlaði 311 milljarðar og þá getum við ímyndað okkur ef við notum svipaða reiknireglu að það sé eitthvað á 900 milljarða króna þá áætlanir til vegamála á Íslandi á þessum tíma, eða samgöngumála. Og eins og ég sagði áðan, þá stofnvegir, borgarlína og strætóleiðir, hjól- og göngustígar og síðan umferðarstýringin, umferðarflæði og öryggisaðgerðir, helstu kjarninn í þessu. Stofnvegirnir 42% af kostnaðinum, það 6 stór verkefni sem verður farið í á höfuðborgarsvæðinu. Síðan það strætóleiðirnar og borgarlínan 42%. Hjól- og göngustígar 13% og það bætt verulega í þessum samningi, þannig að þeir verða allt í allt 100 kilometrar, 20 kilometrar búnir nú þegar. Og síðan umferðarstýring, umferðarflæði og öryggisaðgerðir, það 3%. Og það verður fjárfest áfram í nýrri tækni og búnaði til að bæta flæði og öryggi á stofnvegum. Nú, stærstu breytingarnar á einstökum verkefnum frá fyrri samgöngusáttmála að Miklabraut verður lögð í 2,8 km jarðgöng með tengigögnum við Kringlumýrarbraut í stað 1,8 km Miklubrautarstokks og Sæbraut verður lögð í stokk í stað fyrri áforma 1 mislæg gatnamót. Breytingin meðal annars líka í fjármögnuninni. Sæbrautarstokkurinn áætlaður 25 milljarðar og hann skiptir máli vegna Sundabrautar. Sundabraut komin miklu sterkar inn í umræðuna, komin á áætlun, þá hefjast handa 2026 og þá verður hægt að keyra Sundabrautina 2031. Ég veit að margir hafa heyrt þetta í mörg ár en þetta allavega á áætlunum Vegagerðarinnar núna. Og þá skiptir máli að vera með hvaða innviðir að taka á móti Sundabrautinni á Sæbrautinni. Það voru settir 2 milljarðar í samningin 2019 þegar átti að vera bara 1 gatnamót. Núna þetta stokkur upp á 25 milljarða. Og þá hafa ný gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar verið útfærð með frjálsu flæði bílaumferðar, auk sérrýmis, borgarlínu til að tengja Mjódd við almenningssamgöngukerfið. Og svo flytjast framkvæmdir við Suðurlandsveg milli Norðlingavaðs og Bæjarháls yfir á samgönguáætlun. Áfram inni hjá Vegagerðinni en fara inn á kostnaðinn við samgönguáætlun. Og síðan var skrifað undir svona ákveðna yfirlýsingu með sáttmálanum ábatagreiningu í hverju einasta verkefni, ekki bara ábatagreiningu á samgöngusáttmálanum í heild sinni sem þið hafið heyrt og hefur verið talað hins vegar að hvert einasta verkefni verði ábatagreint í hvert sinn. Stjórnskipulagið líka, það ákveðin breyting þar að verkefnisstofa borgarlínu sem hefur verið í Vegagerðinni, hún verður færð inn í betri samgöngur til þess að svona fá meira flæði í verkefni. Og það hafa verið hnökrar þarna á milli. Betri samgöngur hafa ekki haft almennileg tæki, verkfæri til að fylgjast nógu vel með verkefnunum og það hafa verið svona ákveðnir hnökrar á milli með þessu. Þá erum við að reyna að koma í veg fyrir það að ábyrgðin á fjármögnuninni og framkvæmd þessa verkefni sé á einni hendi. Skipting fjármögnunar á milli ríkis og sveitarfélaga verður sama á áður. Sveitarfélög með 12,5% og ríki með 87,5%. Beint framlag ríkisins í samgöngusáttmálann verður 2,8 milljarðar á ári frá 2024 og til og með ársins 2040. Auk þess gert ráð fyrir árlegu viðbótarframlagi að fjárhæð 4 milljarðar í nýsamþykktri fjármálaáætlun ríkisins frá 2025 til 2029.
Frá 2000 til 2040 eru 2,8 milljarðar á ári, svo koma 4 milljarðar á ári núna næstu 5 árin. Og eftir það gert ráð fyrir auknum ábata af þróunarsölu Keldnalands sem að ríkið lagði inn í verkefnið við undirritun samningsins 2019. Nú beint framlag sveitarfélaganna á að vera 1,4 milljarður á ári frá með þessu ári og til og með ársins 2040. Síðan frá næstu áramótum mun koma árlegt viðbótarframlag af fjárhæð 555 milljónir. Og sveitarfélögin skipta með þessi kostnaði miðað við hlutfallslega íbúafjölda 1. desember ára á undan. Nú frá og með árinu 2030 gert ráð fyrir tekjum af umferð eða annarri fjármögnun ríkisins. Og það stjórnvöld, það ríkið, það fjármálaráðuneyti sem að vinna að því máli, vinnur að nýrri nálgun á fjármögnun vegakerfisins og sveitarfélögin koma ekki þar að. Við þurfum hins vegar að gæta vöku okkar þannig að það sé réttlátt hvernig þessi gjöld skiptast á milli íbúa á höfuðborgarsvæðinu og svona gæta hagsmuna okkar íbúa. Og það síðan stefnt að því að laga fjármögnunarkerfið að orkuskiptunum og minnkandi notkun jarðefnaeldsneytis og gjaldtakan mun þá miðast við alla bíla, ekki bara kílómetragjalda ekki bara díselbíla og olíu, heldur alla bíla. Nú, eftir því sem að verkefnir eru næri tíma, eins og ég kom inn á áðan, hönnun verkefna lengra komin og áætlanirnar líklegri til að ganga eftir, en auðvitað vitum við að það erfitt að spá eitthvað sem 16 ár fram í tíman. Kostnaðurinn næstu árin, 25 til 29, hann á að byggja á nokkuð traustum grunni áætlaður tæplega 80 milljarðar á föstu verðlagi 2024. Nú áætlunin fjármögnunina eða fjárstreymisáætlunin sem gerir ráð fyrir að sveitarfélögin leggi þar af þessum 80 milljörðum tæplega 10 milljarða eða 9.775 milljónir á þessu tímabili. Ríkið leggur þá til 34 milljarða á þessu tímabili, ábati af Keldnalandi nemi 12 milljarða, þá í heildina að nema 50 í áætlunum, en það gert ráð fyrir inn á þetta tímabil gætu komið 12 milljarðar og síðan gert ráð fyrir að 28% af framkvæmdakostnaðinum á milli 25 og 29 verði fjármagnað með lántökum. Fjármögnun ríkisins hefur þegar verið samþykkt í nýjustu fjármálaáætlun eða kemur fram í nýjustu fjármálaáætlun, þetta þingið að fjalla um 25-29 og sömuleiðis lánsheimilda fjárhæð 20 milljarðar. Lánin eru með ríkisábyrgð. Þetta á ábyrgð ríkisins að útvega þetta fjármagn, þessa 20 milljarða, annaðhvort taka þau lán eða þau bæta við í fjármögnunina til sveitarfélaganna. Þannig að það algjörlega þannig að ef þau hefðu hafið gjaldtöku fyrr, þá væri ekki verið að taka þessi lán. Nú, þannig að ég endurtek að bara verkefnið þetta ríkið ber ábyrgð á 87,5% af öllum sem kostnaði við 12,5% en ábyrgð á lántökum og fjármagni sem vantar, það ríkið og með ríkisábyrgð. Nú, eins og ég kom inn á áðan, þá felur samkomulagið í sér aukinn fjárstuðning ríkisins og virka aðkomu að stjórnskipulagi almenningssamgangna. Þau munu bera þriðjunga rekstrarkostnaði af frádregnum farþegatekjum á móti sveitarfélögunum og munu veita framlög til orkuskipta í almenningssamgöngum. Og samkomulagið felur í sér að sveitarfélögin ríkisstofni sameiginlegt félag sem beri ábyrgð á skipulagðum rekstri og reksturinn mun taka annars vegar til bara hefðbundinna strætóleiða og borgarlínuna. Og það stefnt að því að vinna hratt núna fram að áramótum og vonandi verður hægt að hefja nýjan rekstur upp úr áramótum. Og þjónusta almenningssamgangna á að efla hana strax á nýju ári, en það þarf og þá erum við að tala aukin tíðni á einhverjum 6 leiðum, en auðvitað
Það ennþá, þetta mál ennþá í meðförum, bæði hjá sveitarstjórnum á höfuðborgarsvæðinu og hjá þinginu. Þannig það ekki fyrr en að það verið búið að klára þetta allt saman að það hægt að fara að panta nýja vagna á grunni þessarar samgönguáætlunar. Þannig að það auðvitað þá tefst aðeins þessi efling á leiðunum. Nú eins og ég sagði áðan, þá hefur íbúum fjölgað gríðarlega frá því að samgöngusáttmálinn var samþykktur 2019 og bílum líka. Og einhver hefur sagt að með 16.000 bílar þegar bætast við umferðina á höfuðborgarsvæðinu að það eins og það mætti mynda röð hreinlega frá miðbæ Reykjavíkur upp á Kjalarnes, bílaröðin með þessa 16.000 bíla. En það hafa aldrei fleiri nota strætó. Það kom auðvitað mikið rof í í farþegafjölgunina á COVID-árunum og grunnurinn að miklum fjárhagsvanda strætó sem við höfum svo sannarlega orðið vör við hér á undanförnum árum frá því tímabili. Þar sem að það var áskilið að strætó ætti að halda úti ferðum en það var svona ákveðin takmörkun á notkun. Þetta var aðalega fyrir heilbrigðisstarfsfólk og þá sem voru að sinna velferðarþjónustu þarna á tímabili og strætó tapaði gríðarlega miklum tekjum á þessu tímabili og hefur ekki fengið það bætt öfugt við önnur fyrirtæki sem þurftu að skerða rekstur sinn á þessu tíma, meðal annars svona rútubíla fyrirtæki. Nú það 2023, þá voru 12,7 innstig inn í strætó sem svona ákveðin aukning og 9% ferða á höfuðborgarsvæðinu voru farnar á reiðhjóli eða smáfaratækjum haustið 2022 í samanborið við 7% 2019. Þannig að það ákveðin stígandi í að nota annað en einkabílana og það auðvitað aðalega unga kynslóðin sem farin að nota aðra ferðamáta og svo erum við líka með mjög mikilli íbúafjölgun, við erum með nýja íbúa hér á Íslandi sem þekkja kannski ekki annað en að nota almenningssamgöngur í sínum heimalöndum. Og án aðgerðasáttmálans þá færi vöxtur bílaumferðina langt fram úr fólksfjölguninni. En það eðlilegt að það sé spurt í hverju bæjarfélagi fyrir sig, hvað þýðir þetta fyrir fjárhag sveitarfélagsins míns, skrifa undir þennan samning og hvað þýðir þetta líka fyrir þá sem sitja í umferðinni daglega og lenda í umferðartöfum sem náttúrulega sérstaklega miklar núna í haust, svona alltaf á haustin. Ef við förum í fjármögnunina til að byrja með, þá mun útgjöldin okkar hækka ríflega 30 milljónir á ári. Við eigum hlut í þessum 555 milljónum sem að koma til viðbótar inn í sáttmálann. Okkar hlutur þá ríflega 30 milljónir á ári inn í það. Við höfum verið að setja 40, þannig að 40-50, þannig að ég skal kanna töluna nákvæmlega en þetta svona 30 milljónir sem að koma til viðbótar. Síðan það rekstrarkostnaður strætó mun auðvitað aukast strax á næsta ári en vegna þess að ríki að koma inn með þriðjung af kostnaði við reksturinn þá munu sveitarfélögin ekki þurfa að greiða meira inn í strætó. Þessi samningur þriðjung af rekstrarkostnaði strætó gildir til 2030. Síðan klásúla í samningnum að þegar borgarlínan fer að keyra, þá munu aðilar semja að nýju með það markmiði að ríkið komi með enn stærra hlutfall af framlagi inn í reksturinn, vegna þess að þá auðvitað hækka rekstrarútgjöldin. Nú síðan það að okkar borgarlína hingað upp í Háholdið heitir sjötta lota og það villandi núna vegna þess að það búið að færa sjöttu lotuna í annan áfanga af uppbyggingunni. Ég hef gert athugasemdir við þetta
hvort það sé hægt að breyta eða skýra þetta betur í sáttmálanum svona fyrir íbúa vegna þess að venjulegi íbúi sem ekki búinn að lesa þessi plögg fram og tilbaka og ræða þetta, hann segir bara, bíddu, ef að við vorum síðust og nú verið að lengja þetta til 2040, þá hlýtur borgarlínan að koma 2040 til okkar. En það ekki þannig. Okkar áfangi verður settur númer 2 og sá áfangi sem byrjar fyrst borgarlína, það Ártúnshöfði, Hlemmur, Hamraborg og síðan kemur þessi áfangi Keldnaland í gegnum Blikastaðahverfið og upp í Háholt númer 2. Þannig að það á að byrja á honum 2028 og á að ljúka því 2032. Og þetta gert meðal annars vegna þess að það liggur á því að fá tekjur af Keldnalandinu inn í verkefnið, en það líka horft til þess að uppbyggingin hér á Blikastöðum mikilvæg fyrir höfuðborgarsvæðið í heild sinni vegna skorts á húsnæði og við förum ekki varhluta af í umræðinni. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að hafa þessa ræðu lengri. Ég hef reynt að tæpa svona helstu þáttum. Þetta eru gríðarlega mikið lesefni, mörg skjöl sem fylgja þessu máli. Ég verð alveg að viðurkenna það þegar ég kom að borðinu árið 2022 með samgöngusáttmálann að það var margt sem ég skildi ekki og ég spurði margra spurninga. Síðan verði ég að viðurkenna það líka að ég hef ekki séð neina lausn, einhverja aðra lausn sem betri heldur en það að sveitarfélögin setjist niður, myndi með sér sameiginlega framtíðarsýn fyrir framtíðina og taki höndum saman að bæta umferðarflæðið á höfuðborgarsvæðinu í staðinn fyrir að hver og einn sé að panta tíma hjá innviðaráðherra og berjast bara fyrir sitt eigið sveitarfélag. Takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður hefur beðið orðið og mælendaskrá opin fyrir þetta mál. Ég kem hér í pontu til að ræða sama mál og bæjarstjóri var að tala það samkomulag uppfærðan samgöngusáttmála og áður en ég byrja á minni ræðu þá vil ég þakka bæjarstjóra sérstaklega fyrir mjög góða yfirferð og skýra og biðjast fyrir frá afsökunar á að það verða einhverjar endurtekningar í því sem ég segi að það sem áður hefur komið fram. En það óhætt að segja það að það hefur verið tímamót haustið 2019 þegar sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og ríkisvaldi gerðu með sér samning sameiginlega framtíðarsýn þróun samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Svæði þar sem ríflega 240.000 manns búa af 380.000 manns í öllu landinu. Lykilatriði það var að það var sammælst framtíðarsýn því framkvæmdir sem ráðast þarf í á svæðinu gerast ekki yfir nótt, heldur yfir langan tíma. Umferðarþungi á höfuðborgarsvæðinu hefur farið sívaxandi og áhrif þeirrar þróunar á íbúa, meðal annars íbúa Mosfellsbæjar, dyljast engum. Og ef ég bara sjálfhverf og horfi á sjálfa mig, þá hugsa ég oft til þess að mér fannst korterið, kannski 20 mínútur, sem það tók mig að aka að heiman, niður á Landspítala, fyrir klukkan 8 á morgnana árið 2019, því ég var nýflutningað. Mér fannst það yfirgengilega langur tími. Og ég spurði mig þá þeirra spurninga hvort svo ákvörðun og flyttinga hafi raun og veru verið skynsamleg. Síðan eru liðin 25 ár og umferðarþungin og tíminn sem það tekur að komast hefur bara aukist. En ákvörðun var mjög skynsamleg, þrátt fyrir þetta. Öll kostnaðaráætlun hefur verið endurskoðuð og það er búið að lengja í samningum til 2040 og það er náttúrulega bara til að tryggja raunhæfan tímaramma og fjármögnun eins og bæjarstjóri kom hér inn á. Kostnaðartölurnar hafa náttúrulega hækkað umtalsvert enda aukið umfang að ræða í framkvæmdum
og almennar kostnaðarhækkanir í samfélaginu hafa bara verið gríðarlegar. Og sem dæmi þá má nefna að vísitala vegaframkvæmda hefur hækkað 40% á þessum tíma, ef ég man rétt, mér finnst það að komið fram á kynningarfundi hérna hjá okkur daginn. Og verkefni núna eru náttúrulega nær í tíma, en var í aðdraganda þess að samkomulagsins 2019 og það betri yfirsýn til þess að gera nákvæmari áætlanir núna. Og þó að verkefni sem ráðast á í séu að mestu þau sömu og talað var og sammælst árið 2019, þá eru 2 stóra breytingar sem að er að ræða. Annars vegar náttúrulega 2,8 km 2+2 jarðgöng á Miklubraut og tengi göngin við Kringlumýrarbrautina í staðinn fyrir þennan stokk sem var talað og mikið deilt þegar hann kom til umræðu. Þessi framkvæmd til dæmis mun nýtast mjög vel þeim Mosfellingum sem að starfa á Landspítala, í Háskóla Íslands eða eitthvað af fyrirtækjum í Vatnsmýrinni eða bara hafa eitthvað að sækja í vesturhluta Reykjavíkur. Og svo það Sæbrautastokkurinn, hann náttúrulega bara lykilatriði ef við ætlum að fá Sundabraut einhvern tímann í gagnið. Þá lykilatriði að ganga frá því hvernig Sundabrautin kemur inn í gatnakerfið og Sundabrautin mikilvæg framkvæmd fyrir okkur Mosfellinga. Og svo náttúrulega bara eins og ég var að tala áðan, það þessi nýja útfærsla á gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðavegar sem verður mjög gott þegar verður komið í gagnið því að það mikil vandræða gatnamót. Við erum að horfa á fjórskiptan sáttmála eða fjórskipt samkomulag. Það náttúrulega stofnvegaframkvæmdirnar og í þær eiga að fara 42% af þessum kostnaði sem tilgreindur Svo það almenningssamgöngurnar, borgarlína og strætó og það sama hlutfall, það 42%. Svo allir hjóla- og göngustígarnir sem bætt hefur verið í, það er búið að bæta í núna í þessari útgáfu. Þannig að það fyrir 30% á kostnaðinum við það og svo 3% í að bæta umferðarstýringu og bæta flæði og hvað þetta heitir allt saman. Af þessu má sjá að sáttmálanum jafnskipt hlutfallslega milli stofnvegaframkvæmda og almenningssamgangna. Og það ekki hægt að segja eitthvað stríð gegn einkabílnum sé í uppsiglingu. Með þeim framkvæmdum sem áætlaðar mun fólk á höfuðborgarsvæðinu fá meira raunverulegt frelsi til að velja þá samgöngumáta sem það vill nýta sér og best henta í hverju tilfelli fyrir sig. Og því hljóta bara bókstaflega allir að fagna. Fleiri munu eiga raunverulegt val að nýta almenningssamgöngur sem munu leiða til minnkandi tafa í umferðinni, minni mengunar, fyrir utan að það mun lækka rekstrarkostnað heimilanna því að fleiri heimili geta hugsanlega hætt við bíl númer 2 og 3 þegar góðar almenningssamgöngur eru komnar í gagnið. Og svo ætla ég að tala hérna aðeins kostnaðarskiptinguna og nefna þessa tölur sem að bæjarstjórinn nýbúin að nefna og sérstaklega þess að auka 4 milljarða frá árinu 25 til 29. En ég ætla að hlaupa bara yfir það hérna í ræðinu minni. Svona tölur ekki mjög skemmtilega alltaf verið endurtaka þær sömu. Það einn punktur samt varðandi alla þessa nýju vegi og það að þá eftir að útfæra kerfi til þess að fjármagna og ég man bara ekki hvað þessi gjöld eru kölluð. Tafagjöld, já. Það náttúrulega ekki okkar hendi en það rosalega mikilvægt að við og bara setjumstjórnarmenn á höfuðborgarsvæðinu fylgist mjög vel með þeirri umræðu því við verðum að gæta þess að þau gjöld leggist ekki óhóflega á þá íbúa sem búa í jaðri okkar ágæta höfuðborgarsvæðis og þar með talið við. Þannig að við þurfum og þeir sem sita hér næstu árin þurfa að fylgjast vel með því. Stærsta fagnaðarefnið hvað varðar þennan samning frá mínum bæjardyrum séð samkomulagið samstarf milli ríkis og sveitarfélaganna rekstur og stjórnun almenningssamgangna á svæðinu. Bæði borgarlínu og annarra strætóleiða.
Þarna kemur ríki með aukið fjármagn, samhliða virkri aðkoma að stjórnskipulaginu sjálfu. Ríki með standundi þriðjungi af rekstrarkostnaði að frádregnum farþegatekjum og það bara mínum mati mikið sanngirnismál að ríkisvaldi komi að rekstri almenningssamgangna hér bara eins og það kemur að rekstri almenningssamgangna annar staðar. Til dæmis almenningssamgangur milli lands og eyja og niðurgreiðslu flugfargjalda út á landi, eða fyrir íbúa út á landi og ég ekki að sjá ofsölu samt yfir þeim niðurgreiðslum svo það sé algjörlega á hreinu. Bættar almenningssamgöngur eru nefnilega kall samtímans og framtíðarinnar og þær munu stuðla að betri lífsgæðum íbúa. Það verður betra flæði samgangna og þær minnka mengun og þær munu minnka allan samgöngukostnað fyrir fjölskyldnanna og það fór fram sérstök greining á samfélagslegum ábata þessara framkvæmda og niðurstaða þessarar greiningar bendir til verulegs ávinnings fyrir samfélagið. Niðurstaðan að fyrir hverja krónu sem við setjum inn, fáum við 3 tilbaka. Og það myndi ég halda að væri góð fjárfesting. Lykilatriðið í greiningunni nefnilega líka, það sem ég nefndi áðan, varðandi frelsi til að velja. Það aukið valfrelsi íbúa samgöngumáta. Og hver mótfallinn auknu frelsi íbúa til að velja? Ánægjulegt að borgarlínulotan hingað upp eftir hefur færst framar vegna uppbyggingar á Keldnalandi og Bleikastaðalandi. Og það bara segir okkur að hér þarf að halda vel á spöðum varðandi Bleikastaðalandið. Mosfellingar munu, eins og aðrir íbúar á höfuðborgarsvæðinu, njóta mjög góðs af þessum framkvæmdum. Hvort sem að vegaframkvæmdirnar, stígagerð eða stórbættar almenningssamgöngur. Enda höfuðborgarsvæðið eitt atvinnusvæði og Mosfellingar sækja vinnu og þjónustu víða höfuðborgarsvæðið. Og nú ætla ég að fara að ljúka þessu, ég ætla að ljúka þessu bara eins og ég lauk ræðunni minni árið 2019 því ég samþykkti samgöngusáttmála í fyrsta skipti. Að segja samgöngusáttmálinn í rauninni ekki fyrir okkur sem sitjum hér við þetta borð og höfum atkvæði sett það hvað verður þennan sáttmála. Samgöngusáttmálinn fyrir framtíðina, hann fyrir framtíða Mosfellinga og hann fyrir börn og barnabörn þeirra sem sitja hér við bæjarstjórnarborðið. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi, bæjarstjóri, Ísrael. Já, forseti, ágæti bæjarfulltrúar, það sem við erum að borga inn í samningin í dag eru 76 milljónir, það muni bætast á 30 við frá með næsta ári og verða 106 milljónir. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Valdimar, Ísrael. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli í fyrsta skipti. En ekki fyrsta skipti sem tala samgöngusáttmálann eða borgarlínuna eða þessi mál sem voru náttúrulega mikið fjallað á síðasta kjörtímabili og oft farið að tala þessi mál. Ég var með ræðu líka eins og Anna og ég skildi hann eftir í tölvunni að ég kæmi upp líka og fara að þylja upp einhver atriði úr þessu samningi, tölur og svo framvegis. Þannig að ég ætla svona kannski að reyna að tæpa á því sem að mér fannst vanta þarna í ræðurnar hjá þeim. Það var nú ósköp lítið. Ég vil þakka fyrir ítarlega umfjöllun bæjarstjóra og frábæra ræðu Önnu. Kannski það sem Anna nefndi að það væri fyrir hverja krónu sem sett inn í þetta sáttmála að þá fáið 3 tilbaka. Það búið að reikna út að ábatinn af þessari framkvæmd væri 1100 milljarðar á 50 árum. 1100 milljarðar. Bara sú ástæða ástæða til að fara í þetta. En það helling annað sem að við fáum og það svona þetta samfélagslega. Það að segja, við erum að smávegis að breyta samfélaginu þarna. Það jafnvægi í þessari sýn. Þessari stefnu, skulum við segja, af því að mikið af þessum verkefnum sem eru í þessum sáttmála eru það langt fram í framtíðina, eins og bæjarstjóri sagði að það erfitt að spá, sérstaklega framtíðina. Hvernig
hvernig það verður. En það búið að leggja niður stefnu og við öll sveitarfélögin höfum gert þetta. Og það jafnvægi á milli almenningssamganga, á milli einkabílsins og milli annarra valkosta sem við höfum. Þetta mun vera algjör game changer, algjör bylting fyrir okkur. Að geta loksins hafa möguleika á því að nota almenningssamgöngur. Að það verði með þeim hætti að það séu raunhæfur kostur fyrir alla. Kannski að það sé ágætt líka bara hugsa hvað ef við gerum þetta ekki? Hvað þá? Þá værum við ennþá lengra niður í bæinn. Þá myndi kannski annars eitthvað sjá eftir að fluttum í Mosó. Guð fór okkur fyrir því og flýti eftir í bæinn. En hérna, að því að það bara ekkert pláss fyrir alla þessa bíla. Bara frá því 2019, eins og bæjarstjóri sagði, það var 16.000 bílar bæst við. 16.000 bílar sem gætu mynda röð frá miðbænum upp á Kjalarnes. Þetta ekki smá fjöldi og það sem sagt meiri fjölgun heldur en upphaflega var spáð. Þannig að við erum að fara hraðar inn í einhvers konar ófremdarástand. Og við finnum þetta sem við erum að fara inn í bæ, við vitum af þessu. En það ekki verið að hamla för einkabílsins niður í bæ, heldur þvert á móti. Við erum að fara að setja upp mislega gatnamót, stokka og svo framvegis. Þannig að það eftir sem áður verið að hugsa einkabílinn. Þannig að þarna eitthvað sem ég held að sé tæki sem við ættum öll að styðja og ég gerir ráð fyrir því að þetta fljúgi í gegn hérna. Það var eitthvað annað sem ég ætlaði að segja en ég kannski búin að gleyma, ég hef kannski átt að taka ræðina með. Ég má koma tvisvar í viðbót. Takk fyrir það. Það fyrir bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Forseti kemur upp undir sama lið 2-1, ég ákvað að hafa ræðina með mér, alltaf betra. Ég vil byrja því að taka undir það þakkir sem að þau var sem tala inngang bæjarstjóra, það var bara mjög gott að súmera svona upp. En það er mikið verið fjallað samgöngusáttmálann, borgarlínu og fjölbreytta ferðamáta á undanförnum bara dögum, vikum og árum og hafa margir haft ýmsar skoðanir á þeim. Ég ein af þeim sem hef verið svolítið óviss með mína afstöðu gagnvart samgöngusáttmálanum og ég var því bara mjög ánægð með þá kynningu sem fór fram bæjarráði hérna fyrir stuttu síðan. Ég var ekki hérna 2019, þannig að þetta eitthvað sem ég var ekki búin að kynna mig mikið og fara mikið á dýptina. En þessi kynning, hún var mjög góð, mér fannst hún upplýsandi og mér fannst gott að heyra sjónarmið hvernig þetta var hugsað, hvernig heildarmyndin. Og ég alveg sammála því sjónarmiði að verðum að gera eitthvað og því það sé ekki búið að gera ekki neitt. Það alveg, og við sjáum það öll sem að förum hérna úr til dæmis bara bænum á morgnana að þetta er spurning mínútuspursmál, hvort maður fer 7:28 eða 7:32, hvenær maður endar á sínu vinnustað. Og þar sem að mér finnst líka skipta máli ef maður horfir á heildarmyndina að ríki og sveitarfélög standi saman að þessu eins og mér finnst Regína orða ágætlega á hann. Þetta er okkar sameiginlega verkefni að gera þetta. Þannig að heildarhugsun er góð og það er líka gott að bjóða fólki upp á ýmsa möguleika til að fara á milli staða. Þannig að það var svona eitt og annað sem er bara gott. Mér langar að nefna, ég er búin að reynda að lesa þetta og það var svona 2 framkvæmdir sem að ég var til dæmis svolítið ánægð með. Þó svo sé ekki mínu sveitarfélagi, það var annars að ljósið um Sprengisand. Það var til dæmis einfaldar líf mitt að lena heim á vinnunni og í vinnuna. Og svo eitt ekki skemmtilegasta hringtorg landsins, það er hérna við gatnamót Lækjargötu og Hamrabergs í Hafnarfirði. Maður þarf að hafa mikla þolinmæði, maður þarf að vera á því hringtorgi, ég var rosa ánægð að sjá að það var alltaf að koma að dagskrá. En svo náttúrulega er það bara þannig að maður skilur ekki allt og það er allt í lagi, maður þarf ekki að skilja allt. Þannig að ég ekki ennþá búin að ná utan að vera með hann á þessu verkefni, ég ætla bara að vera alveg heiðarleg með það. En það er kannski verið að tala fjárhæðir sem er á því tagi, maður hefur alltaf talað svona margar tölur í einu. Og mér finnst bara fullkomlega eðlilegt að fólk klóra sig í kollinum og spyrja spurninga og þannig verður samtalið að fá að eiga sér stað, bæði innan okkar raða
og okkar kjósenda við okkur. Því að þetta náttúrulega svolítið stórt verkefni. Ég skil heldur ekki alveg verið með hann á fosfórsbrúnni og það líka bara allt í lagi. Ég bara nefna hana því hún næst í röðun. Mér varst líka skrítið, sem að mér fannst svolítið koma ágætlega fram í bæjarráði, það var hvernig var lagt á stað í þetta verkefni. Að vera ekki með kannski allar forsendur alveg á borðinu og greinilega svona vanreikningur í gangi. En það er líka ýmsar aðstæður breyst í samfélaginu á þessum tíma. Þannig að það bara svona, þegar maður horfir á þetta svona núna og horfir tilbaka, þá svona kannski sjáum við kannski ýmislegt í dag sem hefur verið að gera öðru sem við hefum vitað þá. Það sem truflar mig svolítið, það hvernig framkvæmdirnar að leggjast. Og ég veit að ég ekki einum að hugsa það í þessu húsi og það alveg ljóst að því nú búin að skoða hvernig þetta rætt í öðrum sveitarfélögum, að þar kemur það líka fram. Það sem fólk að hugsa bara sitt sveitarfélag, að til dæmis bara borgarstjórn kom það fram það sjónarmið að ekki hefur gert nógu vel að hagsmuni borgarbúa. Þetta kom líka fram í Hafnarfirði í einni bókun, þannig að fólk eðli málsins samkvæmt kannski byrjar að hugsa sitt nærsamfélag, því það samfélag sem við stöndum fyrir. Og svo það nú bara eitt sem að mér varst líka mjög eiginlega svona komiskur, kannski ekki komiskur punktur, að það innviðaskuldin á höfuðborgarsvæðinu og það alveg rétt. Við höfum náttúrulega sem samfélag stækkað mjög mikið og þegar við horfum á það sem búið að gera, þá það ekki neinu takti við það sem að hefði þurft að gera. Og ég alveg í kjördæmi sem kallast Vestfjarðakjördæmi og það var grjóthart kjördæmi, það var bara tölu íslenska. Og ég hef hlustað á óteljandi símtöl sem var að hringja í þingmann, þar sem var verið að berja honum að passa upp á göngin, Vestfjarðagöngin, kvótann, fólk bara að passa upp á sitt nærsamfélag. Og kannski höfum við bara, að því við erum fleiri, við erum aðeins dreifðari, kannski höfum við ekki alveg verið nógu vakandi, bæði samfélagið og kjörnir fulltrúar í gegnum árin. Að passa svona upp á okkur. Fyrst þessu skuldgetum með að myndast. Það sem að ég fór nú að hugsa líka, bara ok, hvað gerir þetta fyrir okkur? Og nú í haust eru 20 árs nýflutt í Mosfellsbæ. Og forsenda þess að við ákomum flytt í bæinn var svo að það var verið að tvöfalda Vesturlandsveginn. Það var innbreytt frá Grafarvogi upp í Mosó. Þannig að þá var það þannig að fólk hætti vinnunum klukkan 3 eða klukkan 5:30 af því að þá var bara röðin alveg niður í bæ. Þannig að við sem okkar það var tvöfalda veginn, þannig að þá var þetta bara ekkert mál og svo náttúrulega fyrir nokkrum árum kom tvöföldin fyrir neðan Lágvélskirkju, þannig að það er náttúrulega eitthvað búið að gera á þessum árum. En þegar ég kem það bjuggu 5.000 manns í bænum, í dag eru við 14.000. Þannig að umferðin hefur margfaldast og í rauninni þessar umferðarbætur, þó að það sé fínar, að þá náttúrulega annað þar kannski ekki alltaf því sem að gerast á annar tíma. Og bara til dæmis skjalinn á vegagerðarinnar sem heitir 16 lykilteljarar á hringveginn. Árið 2019 var teljari undir Úlfarsfelli og þar fóru 32.745 bílar þann teljara á ári. Það sem af þess ári eru þá 36.625 bílar. Þannig að við þurfum líka að horfa eins á það sem ég kannski vant í samgöngusáttmálann, hvað á að gera í þessu verkefni, því okkur bara að fjölga og strætó leysir ekki allan þann vanda. Þannig að þegar við skoðum sáttmálann, að þá til dæmis lítið fjallað það. Hvað ætlum við að gera með þessu aukningu á bílaumferð? Sundabrautin tekur eitthvað, en hún tekur ekki allt. Það hentar þeim sem fara á ákveðna staði höfuðborgarsvæðisins og komið það fram áðan. Þannig að það er eitthvað sem að mér finnst að við þyrftum aðeins að ávarpa í okkar hópi fyrir framtíðina í okkar samfélagi. Það líka gott að benda fólki það, að því fólk spyr líka hvað við búin að fá út úr þessu. Og við erum búin að fá frárein inn í Sunnukrikan sem að kallast Skarhólabraut Hafravatnssvegur í gögnunum. Og þannig að maður þurfti svona svolítið góðan vilja til að átta sig á því hvað myndin var. Og svo verður kannski eftir 8 ári komin borgarlínu í strætó og það eitthvað sem að ég velti alveg fyrir mig, hvernig ætlum við að selja fólki það að þetta sé alveg að gera sig þegar það kannski ekki annað sem fólk sér. Af því að á næsta ári stefnt til leðkerfi strætó eflist og tíðni ferðar og örari, en á sama tíma umferðin að aukast
og strætó er vantarlega bara fastur í umferð því það er ekki komin en önnur lína. Þannig að það þarf alveg að hugsa þetta svolítið. Og að breyta leiðarkerfinu, getum við lagt það til að það sé gert fyrr. Þannig við kannski séum bara eins og við erum svipað í Hafnarfirði sem að ásinn fer í fjörð og þaðan koma allir vagnarnir því að við tökum strætó upp á Dælistöð við erum 20 mínútur innan Mosfellsbæjar í strætó áður en við komum að Skálholti. Þannig að það er það sem er kannski sem maður þarf að vinna að og var hans rætt og kynningafundi bæjarráðs og það er að það þarf að breyta hugsun fólks gagnvart ferðamátanum og fólk að sé hagsinn í því að stíga til hliðar og gera eitthvað annað. Af því að bæjarfulltrúi Valdimar ræddi þurftum að fækka bílum, það er alveg rétt. En við þurfum þá að hafa einhverja raunhæfa kosti aðra í stöðinu fyrir fólk. Þannig að þetta er svona fyrsta umferðin í þessari umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Valdimar hefur beðið orðið öðru sinni. Ég vissi ekki henni aftur. En kannski ágætt að nefna það að sem ég ætlaði að tala hvað ef við gerum þetta ekki núna. Ef við myndum ekki setja borgarlínu upp í Blikastaðalandi þá er ekki uppbygging með þeim hætti sem að við erum að plana, hún yrði ekki. Ef við ætlum að ekki að gera sérrein fyrir borgarlínu niður í bæ, hvenær ætlum við að gera það þá? Einhvern tímann í framtíðinni þegar þetta var ennþá dýrara. Best að gera það núna með en uppbygging á sér stað og líklega ódýrara. Þetta kostar þetta mikið og við erum örugglega eftir að rífast og velta vöngum yfir einstökum verkefnum, Fossavarsbrú og svo framvegis og hvort hún eigi að vera með bíl eða ekki og þá ættir að heyrast mikið þegar farið verður að búa til þessa sérlínu niður í bæ, Og svo er þetta hvað við fáum út úr þessu, sem ég glemdi kannski að tala um, að í þessum samkomulagi þetta að borgarlínan, hún tefst ekki hingað upp yfir. Við getum haldið okkar áætlunum með Blikastaðalandið eins og áður og eins og er náttúrulega forsenda uppbygging á Blikastaðum er borgarlínan. Þannig að þetta breytir öllu fyrir okkur. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Ásgeir. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir sama máli í bæjarráði uppfærsla samgöngusáttmála 2024. Það er búið að reifa málið hér í undanförnum ræðum og bæjarstjóri fór mjög vel yfir þær forsendur sem helstu sem í þessari uppfærslu og þakka henni fyrir það. Þannig að ég þarf nú kannski ekki að fara yfir það aftur, en það eru nokkri punktar sem mér langar til að koma á framfæri. Þessari uppfærslu á samgöngusáttmálanum, hún var vísað til bæjarstjórnar til 2 umræðna og hér í dag erum við að ræða fyrri umræðu þessara uppfærslu á samgöngusáttmálanum og síðan eftir halva mánuð þá ber okkur að afgreiða málið út úr bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Það var eins og fram hefur komið haustið 2019 sem náðist þetta tímamóta samkomulag samgöngusáttmála fyrir höfuðborgarsvæðið sem var gríðarlega mikilvægt og ánægjulegt að ríkið og sveitarfélög skyldu ná saman þetta mjög svo mikilvæga verkefni. Verkefnið hefur ekki orðið minna mikilvægt frá því að var skrifað undir þetta 2019 og ákallið hágæða almenningssamgöngur fyrir höfuðborgarsvæðið, það er ennþá stærra í dag heldur en það var árið 2019. Og hvers vegna það? Vegna þess að það hefur komið fram hér í ræðum fyrr í dag. Þær forsendur sem voru uppi 2019 varðandi þá til dæmis bílafjölgun og fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu, þær eru bara allt aðra heldur en þær voru þá. Og það eitt kallaði á þessu uppfærslu. En þá eru fleiri punktar sem kölluðu á þessu uppfærslu, auðvitað breyting á þeim kostnaði sem var fyrirsjáanlegur varðandi þetta og síðan þá eins og kom fram að það hafa komið fleiri að borðinu og það voru breytingar þá eins og með fyrirhugaðar framkvæmdir á Miklubraut og síðan á Sæbraut.
En það uppi, eins og við höfum séð í fjölmiðlum, þeim sem að nenna að fylgjast með frá því að þessi samningur var undirskrifaður fyrir, ekki vera 2-3 vikur síðan, að það eru mjög misjafnar skoðanir þessar uppfærslu á þennan samning. Og það eru nokkrir sem að tala hátt það, en aðrir tala kannski ekki það, en maður heyrir það í sveitarfélögunum í kring að það eru margir sem að spyrja spurninga og það sem við þurfum að gera Mosfellingar og við sem að sitjum hér fyrir hönd Mosfellinga í þessari bæjarstjórn, við þurfum á miðvikudaginn að taka ákvörðun það hvernig við afgreiðum þetta mál og þá hvaða skilaboðum við viljum koma á framfæri sem að lúta að hagsmunum Mosfellinga í þessu máli. Vegna þess að alveg eins og bæjarfulltrúi Dagný kom hér réttilega inn á, fólk að hugsa sitt nærumhverfi og sig sjálfa í þessu. Þetta eru jú skattgreiðendur okkar íbúar sem að fara í þetta og sjálfsögðu þurfum við að hugsa okkur í þessu og það sem að kemur út úr þessum samningi og það sem kemur út úr þessari uppfærslu og það sem kemur út úr þessari breyting á niðurröðum framkvæmda, það kemur mjög misjafnlega fyrir sveitarfélögin innan höfuðborgarsvæðinu. Og það algjört lykilatriði. Síðan þegar við komum að fjárhagslega hlutanum, að þá getum við alveg haft skoðanir það hvort að þetta sé mjög dýrt til lengri tíma eða þá hvort að þetta sé bara eðlilegt og það þróun sem að verða hér á höfuðborgarsvæðinu. Ef við tökum þann pólinn að við ætlum að taka aftur bak í tíman og leggja þessa peninga við þá skuld sem komin, þá þetta kannski ekki mjög stóri peningar og þó við myndum ekki gera það, þá þetta ekki mjög stóri peningar í þessu stóra samhengi og með allar þær framkvæmdir sem að þetta var að snúast Og það líka ennþá verið að tala það að borgarlínan að kosta 300 milljarða. Það rangt og þeir sem að halda því fram að þeir á móti borgarlínunni eins og hún kemur en eins og hefur komið fram hér í ræðum fyrir dag þá skiptist þetta í stofnframkvæmdir í borgarlínuna og síðan önnur mannvirki eins og hjólastíg og annað slíkt. Þannig að 42% að fara í stofnframkvæmdir á vegum. Þannig að borgarlínan ekki fara að kosta 311 milljarða þó að hún sé umdeild. Það sem að skiptir okkur Mosfellinga mestu máli og við þurfum að velta fyrir okkur á þessum hálfu mánuði þangað til við þurfum að taka ákvörðun það að það auðvitað fyrst og fremst að mínu mati breytingin á þeim framkvæmda niðurröðun og forgangi sem að búin að vera á milli þessara samninga sem skrifað undir 2019 og þess sem að var uppfærður núna. Það mjög ánægilegt að borgarlínulotan, hún skuli færast fram í þessum tíma, í þessum samningi, en hún náttúrulega ekki að færast fram. Hún tefst ekki eins mikið og hún hefði gert út af lengingu samningsins. Og það mjög jákvætt fyrir okkur. En það sem að ég hef mestar áhyggjur af, það það að borgarlínan á ekki að fara að keyra hér fyrir 2032, það eftir 8 ár og hvernig haldið umferðin verði hérna, við skulum ekki fara 8 ár fram í tímann, við skulum fara 4 ár fram í tímann. Hvernig haldið hún verði þá með við núna vegna þess að það svo lítið sem á eftir að gerast í stofnvegaframkvæmdum og þess vegna finnst mér nánast óásættanlegt við þessa uppfærslu og það hefði verið gott kannski að í staðinn fyrir að þetta hefði verið skrifað undir þetta og síðan kynnt fyrir sveitarstjórnarmönnum á höfuðborgarsvæðinu og svo framvegis. Við hefum kannski verið í sterkari stöðu gagnvart ríkinu ef að þetta hefði farið kannski annan prósess vegna þess að ég heyri það á kollegum okkar í kringum höfuðborgarsvæðið og ekki bara í mínum flokki heldur annars staðar að það sé með ólíkindum í rauninni að þessar framkvæmdir séu færðar svona aftar í tímann vegna þess að sumarræðin var hægt að gera bæði hratt og vel og án mjög flókinna breytinga á skipulagi og svo framvegis sem myndu hafa mikil áhrif strax. Og það sem ég hef mestar áhyggjur af fyrir okkar hönd það að hvernig mun okkur ganga að komast leiðar okkar þangað til við förum að sjá þessar bætur, bæði þá vegabætur, samgöngubætur á stofnbrautum og þá auðvitað líka þess að hágjaða almennu samgöngur sem að mun að koma.
Það alveg öruggt mál að þetta ekki síðasta uppfærslan á þessum samningi og við höfum eftir að sjá miklu hærri tölur í þessum samningi þegar að yfir lýkur. Og því miður þá það harla ólíklegt að tímalínan sem að núna sett í þessu, að hún allt í einu muni standast upp á punkt og prik næstu 16 ári. Það bara útilokað að það gerist. Þannig að þá spurningin, hvað það sem að fara að tefjast? Það sem skiptir líka ofsalega miklu máli fyrir okkur, sem skiptir miklu minna máli fyrir, til dæmis eins og Hafnarfjörð, Kópavog og Garðabæ, það Sundabrautin. Hún algjört lykilatriði í þessu, en hún einhvern veginn ekkert inn í þessum samgöngusáttmála. En ef hún kemur ekki, þá erum við í virkilega vondum málum. Án þess að hún sé að fara að bjarga öllu fyrir okkur, vegna þess að umferðin sem að kemur til með að fara á Sundabrautina, það eru svo margir þættir sem að skipta máli hvernig hún verður. Það í fyrsta lagi tengingarnar sem verða bæðin í Grafavogi og svo eins hér og upp á Álfsnesi. Og þetta algjört lykilatriði vegna þess að, og síðan ekki bara varðandi kostnaðinn að keyra hana og svo framvegis. Þannig að það eru svo margir þættir sem að koma til með að skipta máli fyrir okkur. Það skiptir okkur minna máli, þó að mér finnst það algjörlega fáránlegt að það sé búið að fresta framkvæmdum á gatnamótunum og bústaðavegi. Það skiptir okkur miklu minna máli heldur Kópavog og Hafnarfjörð og Garðabæ. Og það skiptir miklu minna máli fyrir þá hvernig finnum Sundabrautina. Þannig að þess vegna allir að hugsa sjálfan sig. Þannig að við þurfum að skoða þessi mál þegar við tökum ákvörðun hvernig við ætlum að afgreiða þetta frá okkur. Síðan væri þetta að fara í löngu máli í gegnum fjármögnunina og hvernig þetta allt saman uppreiknað. Það verið að tala um ábatan. Það nú heldur betur ekki allir sammála þeim, það reikningsaðferðir sem þær eru. Það vantar helling í kostnaðarliðina í þessum samningi. Það ekkert farið að tala um kostnaðinn varðandi til dæmis þá vagna og annars líkt sem þarf að kaupa fyrir borgarlínuna. Þeir verða ekki ókeypis. Og það svo skrítið, finnst mér oft, hvað þegar verið að gera þessar áætlanir, af hverju ekki verið að reikna með þessu inn hér? Hvaðan eiga þeir peningar að poppa? Hvernig verður skiptingin á því? Það þetta sem er óþægilegt fyrir okkur að taka ákvörðunum þegar þetta liggur ekki fyrir. Þannig að þetta allt saman í gerjun, þetta alls staðar í 2 umræðum í sveitarfélögunum í kringum okkur. Við erum að fá rýningu á þessu í okkar hópi og okkar flokki, við erum halda fundum þetta í okkar hópum. Þessi samningur, ég man ekki hvort ég var búinn að segja það, hann stendur og fellur með því að öll sveitarfélögin skrifa undir hann. Bæjarstjórarnir og borgarstjóri skrifuðu undir hann fyrir hönd sinna sveitarfélaga með fyrirvara samþykki bæjarstjórnar. Ef að einhver bæjarstjórn samþykkir þetta ekki, þá þarf að setjast aftur niður og finna flöt á því að búa til nýja samning, þá mögulega án þess sveitarfélags. Og það spurning hvort að í því fælist, ef að það myndi gerast, hvort að það væri þá möguleiki á að þeir fulltrúar hér í sveitarstjórnum sem eru mjög óánægðir með þá sérstaklega þessa forgangsröðun á framkvæmdum, hvort að það væri þá möguleiki á því að endurskoða það eitthvað. Þannig að ég held að til þess að það sé ásættanlegt til alla að þá sé það nauðsynlegt að gera. Svo erum við bara mjög ósammála það hvort að þessi samningur skapi jafnvægi milli almenningssamganga og einkabílsins. Ég bara algjörlega ósammála því að það sé ekki verið að þrengja að einkabílnum. Við getum nefnt ótal dæmi þar. Og sumir segja að þegar það var skrifað undir samningi 2019, þá var honum ætlað að greiða fyrir umferð einkabíls og almenningssamgangna. En sumir segja að það sé bara komin algjör forsendubrestur í þetta samkomulag miðað við hvað verið að þrengja að einkabílum og þá sérstaklega í Reykjavík. Það alveg rosalega viðkvæmt mál að því þá hoppa menn í gömlu góðu pólitísku skotgrafina. En það ekkert hjá því komist að viðurkenna það að það verið að þrengja einkabílum. Við getum bara tekið ótal dæmi það vegna þess að ef við horfum síðan á þann fjölda sem á eftir að bætast við af einkabílum, bara næstu 4, 5 árin, 6 árin, 7 árin, þá þyrfti frekar að auka við
götumagnið og heldur en að vera að þrengja og taka úr umferð við akreinar og svo framvegis. En við eigum eftir að ræða þetta í seinni umferð og það verður kannski komin ennþá meiri mynd á þetta þá og komin kannski ljós hvernig þetta þróast í öðrum sveitarfélögum. En við þurfum að mínu mati algjörlega á þessum samningi að halda. Við þurfum algjörlega á þessum almenningssamgöngum að halda og ég tek undir með bæjarstjóra Regínu. Ég alveg frá 2019, ég satt hér í bæjarstjórn þegar þetta var samþykkt, ég hef ekki séð betri lausn og mér líst vel á þetta, en við þurfum samt sem áður að passa það að koma því á framfæri þar sem okkur finnst að mætti betur fara, þar sem okkur finnst vera að og við munum reyna að gera þá kannski kröfum það að því verði breytt, þó að sé ekki nema bara fyrir næstu endurskoðun sem verður, vegna þess að þá erum við með eitthvað þess að halda á lofti og þá ekkert að segja við okkur, heyrðu þið voru nú ekkert að benda á þetta við uppfærsluna 2024, þið voru bara rosalega ánægð með það. Þannig að við þurfum að gæta að hagsmunum okkar Mosfellinga alveg eins og hinir í hinum sveitarfélögunum að gera. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði kannski aðeins að bregðast við þessu þegar var verið að velta upp bæjarfulltrúi Dagný, hvað hefði komið til frá því að samningurinn var undirritaður. Það eru hjólastígar líka, samgöngustígurinn meðal annars, þannig að það er svona til viðbótar við það sem að hefur, sem þú nefndir, háttvirtur bæjarfulltrúi nefndi hér í punktu. Það er eitt sem ég langar aðeins að nefna, upplýsingar, það er skipting kostnaðar vegna almenningssamgangna. Og það er sem sagt, á þessu ári var reiknað með sem sagt 7,6 milljörðum í strætó og ríkið var að borga því 906 milljónir. Á næsta ári er gert ráð fyrir 9,5 milljörðum í strætó og 3 milljarða 143 milljóna inn. Og síðan er þetta svona kollakolli að það er að koma svona rúmlega 2 milljarða króna innspýting inn í almenningssamgöngurnar á ári núna á næstu árum. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt þessi tafla er í glærunum. Þar kemur fram hvað við erum að borga og aðrir og gjaldið sem að við höfum verið að borga 347 milljónir inn í strætó. Sú tala breytist ekki, hún breytist ekki fyrir 2027, þá fer hún upp í 370 milljónir, síðan fer hún niður í 360 og svo niður í 344 í 2029. En þetta er mjög mikilvægt að hafa í huga að í raun og veru þá erum við að fá sem sagt ríflega 2 milljarða innspýtingu inn í strætó okkur einasta ári á næstu ári. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera. En það voru 2 önnur mál á dagskrá þessa bæjarráðsfundar og eins og ég nefndi hér í upphafi að þá mun að umræðum þessa fundagerð loknu þá munum við greiða sérstaklega atkvæði afgreiðslu fyrsta málsins og svo restina af fundagerðinni. En já, þá eru opið fyrir umræðu aðra liðir. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég myndi einhvern veginn málið 2.3. Áfangastaðurinn Ásfoss, þróunarverkefni í samvinnu við Markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins. En við sem sagt fengum kynningu á verkefninu bæði við í atvinnu- og nýsköpunarnefnd og svo bæjarráð, þar sem að Markaðsstofan var að kynna niðurstöður á þessu þróunarverkefni sem búið að vera í svona vinnslu síðan á vormánuðum. Og þetta er verkefni sem að við komum inn í að frumkvæði Markaðsstofunnar þar sem þau vildu fara í svokallaða pilotverkefni sem að við vorum svona fyrsta samstarfsverkefni sem þau fóru í eftir stofnun og þá fannst þeim Álafoss kosinn tilvalið
viðfangsefni sem við erum náttúrulega hjartanlega sammála. Ég hvet ykkur til þess að lesa niðurstöðurnar eða skýrsluna, hvað við köllum þetta, sem við fengum frá þeim. Þetta mjög fróðlegt og margt mjög svona spennandi sem kemur þar fram. Þetta afurð af vinnu sem hefur verið unnin bæði náttúrulega með starfsfólki Mosfellsbæjar sem svolítið svona okkar framlag í verkefni. Það vinna starfsfólks sem og niðurstöður úr vinnufundi sem var haldinn í maí og svo farið í svona svokallaða hugmyndagöngur Álafossgosuna. Og talaði náttúrulega við ýmsa hagaðila og svo framvegis, þannig að það mikil vinna verið lögð í þetta verkefni sem mér finnst það bara tekist ansi vel og mér finnst við vera bara með í höndunum fína afurð sem við getum svo tekið áfram og tekið lengra af því að ég held við séum öll sammála það hér inni að við viljum að Álafossgos svona dafni og verði ennþá sterkari áfangastaður og segull fyrir okkar sveitafélag og hefur allt í brunns að bera sem góður segull þarf að hafa. Þannig að í rauninni næsta skref í þessu verkefni þá opinn fundur sem áætlaður að farið fram í væntanlega í Hlégarði miðjan október. Ég sé ekki alveg búið að finna nákvæma dagsetningu en það svona verið að klára það. Þannig að hvet ykkur náttúrulega öll og alla sem bara hafa fylgst með og væri búið til þess að mæta þangað. Ég efast ekki að séu margir sem áhugasamir þetta verkefni, þessa vegferð. Þannig að mér finnst nefnilega að þetta verið svolítið með Álafossgosinu. Það er rosa margir sem vilja gera eitthvað og eru rosalega spenntir fyrir að gera eitthvað annað en kannski hefur vantað svolítið svona hugmyndirnar og hvað nákvæmlega. Þarna að fá finnst mér svona ákveðin svona fræ til þess að sjá og vonandi verður þetta eitthvað stærra og meira bara fljótlega. Þannig já, bara jákvætt í gangi þar, takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu. Sem þá eitt mál eftir. Engin kveðus hljóðs það mál, svo að við tökum þá sérstaklega til afgreiðslu mál 2.1. Það uppfærsla samgöngusáttmála 2024 fyrri umræða og það þá greiðum við atkvæði að bæjarstjórn vísi tillögu að uppfærslu til annarrar umræðu í bæjarstjórn og ég bið bæjarfulltrúa sem geta samþykkt að vísa málinu til annarrar umræðu í bæjarstjórn að gefa merki. Það samþykkt með öllum 11 atkvæðum, takk fyrir það. Og þá tökum við bæjarráðsfundargerðina til afgreiðslu að öðru leyti og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 637. fundar bæjarráðs sem að gefa merki. Það eru allar 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá erum við komin að þriðja máli á dagskrá þessa fundar og það fundargerð 280. fundar íþrótta- og tómstundanefndar frá 27. ágúst síðastliðnum og þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Erla, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kemur upp undir máli 3.1 Íþróttavika Evrópu 2024. Mig langaði bara til að vekja athygli á þessari frábæru dagskrá sem að starfsfólk, menningar, íþrótta og lýðheilsusviðs hefur sett saman. Hún ætluð öllum, bara óháð aldri og hún afskaplega fjölbreytt. Áherslan annars vegar lögð á náttúruíþróttir sem frábært því að Mosfellingar fá þá tækifæri til þess að kynnast bara öllum þessum
stöðum til þess að iðka heilsu, til að stunda heilsueflingu og útivist í bænum okkar. Og svo hins vegar áherslan lögð á hvetjandi og styðjandi fyrirlestra og viðburði sem tengdar alls kyns heilsueflingu. Og þar koma til dæmis iðkendur íþróttafélagana, félög eldri borgara og fleiri til með að njóta góðs af. Þetta bara virkilega flott verkefni sem við erum að taka þátt í. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan dagskrárlið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Erla, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir máli 3.2, þáttaka Mosfellsbæjar í verkefninu Fótbolti fyrir alla. En mér langar bara til að lýsa yfir ánægju minni yfir því að nú geti börn með fatlanir æft fótbolta í Mosfellsbæ og með íþróttafélagi bæjarins. Og með þessu að fjölga æfingunum og við bjóða núna upp á æfingar líka á virkundum. Að þá býðst þessum að þá getur þessi börn líka stundað íþróttina sína svona í flútti við skóladaginn. Geta farið úr skólanum, yfir í úlfinn og komið þaðan á æfingu með sínu aðstofafólki. Og þú veist, og það líka til þess að þú hitti aðra iðkendur sem að stunda sömu íþrótt í afturöldingu. Þetta eru svona félagar og þetta býður upp á tækifæri til blöndunar sem rosalega dýrmætt í þessu verkefni. Þannig að bara virkilega flott samstarfsverkefni hérna á ferð. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn kveður sér aðra liði þessara fundargerðar, þannig að ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 280. fundar íþrótta- og tómstundunefndar að gefa merki. Það eru 11 í samþykkt samhljóða. Þá er það 4. mál á dagskrá. Það er fundargerð 16. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 3. september síðastliðnum og þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Kem ég upp undir fyrsta málinu. Nú datt það út úr sem 4.1, já. Og Viltu fá? Nei, við komum. 4.1 innlegg atvinnustefnu, en það fór starfsmaður nefndarinnar yfirferð yfir stöðu á aðgerðaráætlun atvinnustefnu Mosfellsbæjar, eitthvað sem nefndin gerir reglulega. En það sem er ánægjulegt núna er að það eru 2 verkefni, eða 2 aðgerðir í aðgerðaráætlunum sem er lokið. Þó svo að það náttúrulega taki eitthvað meira við en þessu stigi í því verkefni er lokið og það er mjög ánægjulegt. Þá er það að hafa upplýsingar framboð atvinnulóða og atvinnulóði samkvæmt skipulagi aðgengilegar á vef bæjarins. Það er náttúrulega verkefni sem er svo bara áframhald á og verður vonandi gert það bara ennþá betra en náttúrulega komið á þann stað að við getum kallað það lokið og einnig er að skilgreina uppbyggingu atvinnu og menningar í Álfsárskvos í samvinnu íbúasamtök Álfsárskvos og aðra hagsmunaaðila. Þetta er náttúrulega verkefni sem ég kom upp áðan sem er mjög ánægjulegt að geta sagt að þróunarverkefnið hafi þá gott samspil þarna á milli, þannig að við getum kallað þetta verkefni þessum fasi þessu verkefni að hún sé lokið, en þó svo við náttúrulega munum taka það eitthvað áfram. Og svo er náttúrulega farin af stað með fjölmörg verkefni sem sem spila svolítið saman í aðgerðaráætluninni. Og ef ég má með leyfi forseta koma inn á
ég má koma inn á lið 4.3, það svolítið tengt innleiðing atvinnustefnu, þar sem hluti af innleiðingarferlinu að við myndum gera markaðsáætlun, fá aðila til þess að gera markaðsáætlun fyrir Mosfellsbæ og lagði það nefndin til að ráðstafa þá fjárheimildum nefndarinnar sem við höfum sem að nefndin hefur til að ráðstafa í innleiðingu á stefnunni. Hluti af þeim fjármunum þá ráðstafað í markaðsáætlun sem að getur þá nýst sveitarfélaginu náttúrulega í þessari innleiðingu og það sem því tengist, en sem og fleiri verkefni. Það mjög gott að við höfum skýra og góða markaðsáætlun sem við getum fengið unna fyrir okkur og þá mögulega nýtt með verkefni sem við erum að hugsa í markaðskönnun sem við erum að hugsa varðandi varmarsvæðið og Háholt. Ég held að þetta geti spilað bara mjög vel saman og nefndin tók heilsjór undir þetta og samþykkti. Þannig að ég held að þetta sé bara mjög gott veganesti inn í þetta innleiðingarferli sem gengur bara vel hjá okkur og það bara áfram gakk. Við stoppum ekkert hér. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. En enginn kveður sér hljóðs aðra liði, svo við tökum fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 16. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar að gefa merki. Það er atkvæðagreiðsla. Já, ok. Það er 11 samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Og þá er það 5. mál á dagskrá. Það er fundargerð 615. fundar skipulagsnefndar frá 7. september síðastliðnum og þar voru 19 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Valdimar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur upp undir máli númer 5.8, erindi vegna umferðaröryggis í Ástu Sólínugötu. Fyrst kannski með leyfi forseta þá ætla ég að fá að þakka nefndinni almennt fyrir mikla skilvirkni á undanförnum fundum, að við afgreitt mjög mikið af málum og gengið nokkuð vel að afgreiða og mikil stemming í nefndinni og samstað en mér langaði að taka þetta erindi aðeins af því að þetta er líka kannski ákveðin skilvirkni sem er að lýsa þarna eða segja ykkur frá. Það kom bréf inn á bæjarskrifstofur 10. júlí frá Ástu Sólínugötu þar sem við fórum fram á að það er settar hraðahindranir í hverfið. Við tókum þetta fyrir á þar síðasta fundi og vísuðum sér til umhverfisins. Þeir komu með tillögur á síðasta fundi sem við samþykktum. Það var samþykkt núna að fara í hönnun og framkvæmd á þessu verki og það var samþykkt útfærsla sem væri mjög, þannig að var hægt að gera þetta nokkuð fljótt. Þannig að það líður ekki svo langur tími frá því að við fáum bréf og ósk það frá íbúðum aðgerðir og þangað til við förum í það. Og ég sagði það líka á síðasta bæjarstjórnarfundi að þetta væri svona fyrirmynd af því að við vildum fá fleiri svona verkefni, svona úrbótarverkefni sem kæmu beint frá íbúðum og sem betur verið þá leystu við þetta núna nokkuð fljótt og örugglega og vonandi verið það bara þannig til framtíðar að við getum brugðið svona við óskum íbúa úrbætur. Takk fyrir. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Anna Katrín, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kemur upp undir sammáli 5.8. Mér finnst frábært að heyra að þessi komin niðurstaða í þetta mál og tek undir það að það er brugðist hratt við þarna sem er mjög gott. Mér langar samt að benda líka á það að það er alveg sérstök ástæða til þess að skoða samhliða og í umferðaröryggisáætluninni
aðstæður við Gerpustræti sem liggur hérna við Ástu-Sólílugötu. Vegna þess að ég veit að vandamáli snýr að báðum þessum götum, þannig að mér langaði eiginlega svona formlega að leggja það til að þetta verði sérstaklega litið til þessara götu líka. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn kveður sér hljóðs aðra liði fundargerðarinnar. Svo ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 615. fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá höfum við lokið við afgreiðslu þeirra fundargerða sem þess krefjast og þá komið að fundargerðin til kynningar og þar fyrst fundargerð 38. fundar öldungaráðs sem framfór 27. ágúst síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þessa fundargerð og fundargerðin því lögð fram. Og þá erum við komin að fundargerð 397. fundar stjórnar Strætó BS sem framfór 16. ágúst síðastliðinn og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin því lögð fram. 8. mál á dagskrá fundargerð 27. fundar heilbrigðisnefndar fundurinn fór fram 28. ágúst síðastliðinn. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin því lögð fram. 9. mál á dagskrá fundargerð 583. fundar stjórnar sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og fundurinn, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir máli 2 sem samhæfð svæðisskipan í málefnum barna. Og það var samþykkt á þessum fundi að vísa til sveitarfélagana þeirri tillögu að stofna 1 farsældaráð fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Og það þýðir að við erum að taka á málefnum barna og ungmenna með samhæfðum hætti og erum þá að skipa farsældaráð með þátttöku fólks úr velferðarkerfinu, fræðslu- og frístundakerfinu, heilsugæslunni, lögreglunni og fleira á höfuðborgarsvæðinu. Og við sáum það til dæmis bara í aðdraganda bæjarhátíðarinnar í túninu heima að hér halda engin sveitarfélagamörk þegar unglingarnir okkar vilja koma saman og því gríðarlega mikilvægt að við vinnum þétt saman með lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu að þessum málum þegar kemur að unglingunum en við erum líka fjölmörg tækifæri þegar kemur að yngri börnum. Þessu fylgir eitt stöðugildi sem að ríkið ætlar að borga. Það verkefnisstjóri í farsæld barna sem verður þá staðsettur hjá SSH og verður með það hlutverk að vinna þá með sveitarfélögunum öllum á höfuðborgarsvæðinu og koma upp raunverulegri verkfærakistu í þessum málum. Farsældarlögin voru þetta sett fyrir 2 árum síðan. Sveitarfélögin eru að innleiða þetta, eiginlega hvert með sínum hætti svolítið og svolítið að reyna að finna upp hjólið. Þetta auðveldara að tala í að komast að finna svona farsælan verkferil fyrir þessi mál, þar sem við erum annars vegar með velferðarkerfið og barnaverndina sem vinnur eftir mjög stífum römmum og lagaskilmálum og svo erum við með skólaþjónustu sem vinnur eftir sínu verklagi og það gríðarlega mikilvægt að allt svona sem best gert á höfuðborgarsvæðinu það flæði þá yfir í næsta sveitarfélag. Þannig að ég fagna þessu mjög. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel.
Forseti kemur undir lið 6 í þessari fundargerð þar sem barst erindi frá Samtökunum 78 óskum aðkomu SSA og rekstri hinsegin félagsmiðstöðvar og þar sem við eigum nú einn hauk í horni þarna þá langar mig bara að hvetja til þess að þetta sé skoðað með jákvæðum huga því að þessi félagsmiðstöð er ein sú stærsta á höfuðborgarsvæðinu og eitt hausti þegar hún opnaði það mættu 200 börn. Þannig að þetta skiptir máli þegar maður er ungur og ómótaður, að sama hvar maður stendur í lífinu, að maður eigi einhvers staðar bakland og maður geti einhvers staðar fengið áherslu. Þannig að þessum fjármunum verður vel varið og ég hveti þess að okkar góði bæjarstjóri taki þetta með sér inn í SSA. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð. Svo virðist ekki vera og fundargerðin lögð fram. Þá er það 10. og síðasta mál á dagskrá þessa fundar. Það er fundargerð 49. eigendafundar Sorpu BS frá því 2. september síðastliðinn og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin því lögð fram. Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 25. september næstkomandi klukkan 16:30. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég þakka fyrir fundinn og segi fundi slítið klukkan 18:09.